Já, við byrjum þetta á frétt Vísis sem að segja frá skotárásinni sem að átti sér stað núna á kaþóliskan grunnskóla í Bandaríkjunum í gær. Þetta áhugavert, þó ekki sem meira sagt. Vísir að sjálfsögðu hendur upp fyrirsöndinni hafði ritað Breivik og drepið Trump á skotvopnin. Ótrúlegt að hafi sett drepið Trump hérna í fyrirsöndina því að þeir náttúrulega vilja ekkert láta þetta líta út sem þetta sé hægri öfgamaður. En það verður mjög erfitt fyrir þá. Já, það verður mjög erfitt fyrir þá en sko, hann skrifar einmitt ekki bara fyrir Breivik, fyrir McVeigh heldur fyrir börnin sko, og það var svona kaltæðni í honum að hann skrifaði á skothylkin sko, fyrir börnin, það þessi skot eru fyrir börn. Já, svo draf maður börn. Já, svo draf maður börn. Það talaði um 23 ára konu sem hafi skotríð í kaþólskum skóla í Minneapolis. Hún hafði deilt sérstakri yfirlýsingu fyrir árásina, var ekki á sakaskrá og hafði eignast skotvopn með ólöglegum hætti. Þarna dóu sem sagt 2 börn, 8 og 10 ára gömul og svo eru 13 allavega sem særðust 17 til viðbótar og það eru 14 börn. Þetta kaþólskur skóli og þetta núna skilgreint sem hryðjuverk eða hatursglæpur gegn kaþólikum. Það áhugavert hvernig þessi fréttir sögð en það er alltaf talað um hana. FBI hefur greint frá því að árásarmaðurinn hafi verið hinn 23 ára Robin Westman. Hún var með hreina sakaskrá og stóð ein að árásinni. Hún notaðist við 3 skotvopn sem hún hafði nýlega komist yfir með lögulegum hætti. En málið er að þetta er auðvitað gaur sko, þú veist, hann breytti bara nafn, bandaríski fjölmiðlar greina frá því að hinn 23 ára Westman hafi breytt fornafni sínu úr Robert í Robin árið 2020 þar sem hún skilgreindi sig sem konu. Og þetta er svona veltur upp þessari spurningu að hversu langt eigum alltaf að ganga í, þú veist, það er bara, ef einhver hefur ákveðið að skilgreina sig sem konu, þá er það bara, tekið það fullgilt að jafnvel þú ert að fjalla um fjöldamorðin sem að viðkomandi hefur að þá ertu ennþá að bera virðingu fyrir því eitthvað, þú mátt ekki segja hann vill vera skilgreind sem kona. Já, jafnvel þótt að vera að fjalla um sko barnanýðing. Já, einmitt. Þá verður, þetta er hún barnanýðingurinn. Ég ætla að biðja að vera ekki að ránkynja viðkomandi. Man bara get alive. Sko. Get alive. Þetta er bara gaur sem er snældu vitlaus, klikkaður. Eitt af því sem er klikkað þarna, hann er erfitt með þess að hann er að glíma við kynáttunarvanda. Ákveður að kalla sig Robin í stað fyrir Robert árið 2020 þegar hann þá er hann sko, það er fyrir þá 18 ára gamall og þá fer hann út í þetta að breyta þessu nafni allavega og þeir skrifa bara, á myndbandinu sýnir hún skotvopnin þar sem að hún er meðal annars búin að skrifa að drepi Donald Trump og svo framvegis maður þarf að velta þessu alveglega fyrir sér hvað gengur þeim til að vera einhvern veginn að ganga á eftir honum með þetta að hann sé sem sagt ekki hann heldur kona. Já. Sko líka förðulegt sko, hvað þarf mikið að gerast til að vinstri öfgamenn séu svona þrett, 2 tilræði á Donald Trump, núna er þessi augljóslega að gera, þú veist, myndum að segja að þetta veri vinstri öfga, þú veist, en Herru, getur þú farið hérna á Facebook síðan hans Elds? Já. Sko, einmitt, það er ein góð mynd, sko, það er sem sagt mynd af skotárásar fólki núna í Bandaríkjunum á síðastlinnum 2 árum og það er spurt is there a pattern here? Hversu mörg prósent Bandaríkjamanna eru trans? Hversu margir skotárásarmenn Bandaríkjanna eru trans? Og það er sem sagt, þú fyrir þarna myndin sem er þarna meira lengra til hliðar þetta er bara nýlegar skotárásir. Denver School Shooter trans, Denver School Shooter 2 trans, Aberdeen Shooter trans, Nashville Shooter trans. Þetta er þessi transheift sem við vorum að tala um í síðasta þætti, eða hinsegin heift. Hinsegin heiftin. Já, basically, þetta segir bara að það sé alveg jafn miklir ótti á hryðjuverkum og geðviki frá vinstri. Já. Þetta er klárlega ekki hægri öfgamenn, það myndi aldrei að skilgreindi sig það. Já. En það er einhvern veginn ekkert rætt um það að það sé einhver ógn, hryðjuverka ógn eða öfga róttæklinga ógn frá vinstri kliðinni. En þetta er algjörlega, þetta er svo augljóst
að það hálfa væri miklu meira en nóg, sko, og það er jafnvel einmitt, þú veist, það er svona, maður finnur það að blaðamenn, sko, þeir eru svona tegja sig eins langt og þau geta til þess að reyna alltaf, ef það er skotárás, þá verður það að vera hægri öfga, sko, þú veist. Sko þarna er hægt að færa ykkur rök fyrir, skilur, að þú veist að Trump er eiginlega búin að kreita þetta. Þú veist. Þetta er bara, þið sjáu núna, þetta er bara Trump að kenna, sko. Þú veist, en ef að Biden hefði verið, eða þú veist, Kamala Harris hefði verið kosin og það hefði eitthvað gaur komið bara, fuck Kamala Harris, þá er þetta bara, þarna sjáu þið, hægri öfgar. Hægri öfgar er stærsta ógnin í samfélaginu, en það er ekki, þú veist. Þetta er crazy. Þetta er algjörlega crazy. Og en ég las brefið sem hann skrifaði bref, það voru einhverju fjölmiðlar sem birtu það, í Bandaríkjunum er bara allt byrt strax, þú veist, á Íslandi myndi lögreglan aldrei, við erum búin að sjá skottilkinn og það sem hann skrifar á byssurnar og allt þetta, og brefið sem hann skrifaði var 4 blaðsíðna handskrifa bref, ég las það allt saman, hann er ekki að minnast neitt á það eitthvað svona transfóbar eða að hann er ekki að kvarta yfir því að hafi verið illa tekið á móti sér sem transmanneski eða neitt. Eina sem hann segir er að, þú veist, hann biður fjölskyldun svona afsökunar og hann hefur bara ákveðið að gera þetta og hann segir, ég tel að ég sé með krabbamenn, ég er búin að vera að veipa svo mikið og ég held að ég sé með krabbamenn og ég nenni enga veginn að deyja sem krabbamennssjúklingur. Og ég ætla ekki að fara að vestlast upp á einhvern spítala og deyja sem krabbamennssjúklingur, þannig að ég hef ákveðið að gera þetta. Bið systkini mín afsökunar, ég bið mömmu og pappa afsökunar, þið getið breytt nafni ykkur eða viljið það, sko. Þetta er alltaf bara fucked. Þetta er bara ykkur algjörlega snar ykkur einstaklingur, sko. Algjörlega nöttar og þetta bætist við núna langa röð af sem sagt transaktivistum, trantífa, hvað að kalla þetta, brjálæðingar, hinsegin heift sem að er Já, eins og manifesto sem við lásum síðast þarna. Það er bara manneski sem er bara heading that way, sko. Já. Og það var einmitt, sko, hann Eldur segir frá því, ég hef búin að heyra þessu og ég hef búin að sjá myndirnar sem hann er að tala sko, og hann segir að það hefði sem sagt leikskóli á Norðurlandi var að sloppið með skrekki nýlega þegar að ég ætla að lesa þetta maður sjá nei, hvað skrifaði hann þetta? Já, hann sagði frá því að það hafi mitt sko þar verið starfsmaður á leikskóla á Norðurlandi sem að var með bara fullt af myndum á samfélagsmiðlunum sínum, bara þú veist það sem að bara við erum trans og við erum til í að drepa þú veist, og svona byssur og you fuck with us, we gonna kill you og eitthvað svona, þú veist, þessi trans heift og það var bara gaur sem að bara, þú veist, skrólaði tilbaka nokkur ár, það var hann bara fullskeggjaður og svo allt í var hann eitthvað svona ógeðsleg kona, þú veist, bara þú veist, maður sem lítur út eins og gömul lesbía en þú veist, bara hryllilega bara, þú veist, og hann var bara að byrja að vinna á leikskóla á Akureyri og ég veit ekki, ég með þessar myndir það stóði einmitt í færslu hans Elds að viðkomandi væri núna búin að hreinsa til á samfélagsmiðlunum sínum en skjáskotin eru til staður ég tók sjálfur skjáskot, það er alveg nóg en ég vil ekki vera myndbirta þennan mann en þetta er sko það er rópandi einhvern veginn núna að það verður að fara að ræða geðheilbrigðis þáttinn í þessu transdæmi þú veist, og það þýðir ekki bara að segja, þegar manneskja lendir á þessum stað í lífunu og henni líður illa í sínu eigin líkama bara, já, ekkert mál, þú bara við staðfestum það að þú ert hitt kynið, þú veist, og nei, það þarf að fara dýpra í þetta, einhvern veginn, og þetta er bara að fara áfellisdómur yfir öllu geðheilbrigðiskerfinu og þetta skuli, einhvern veginn, rúlla með þessum hætti. Já, og líka bara, þú veist, ef þá að hleypa einstaklingum sem eru augljóslega með þennan kynama, skilurðu, sem ekkert verið að löngu að bara skilgreint sem geðvandi, eða ekki? Jú. Ég meina svo bara aktivistar sem að breyttu því bara, nei, þetta er ekki geðvandi og er þá, þú veist, já, tökum bara dæmi ég er ekki að segja sama, en það er annar geðvandi, skizofrenía ef rattinar í hausnuðinum eru réttar þú átt bara rétt á að hlusta þær og akta á þær og þú mátt vinna á leikskóla með börnunum eða þú veist, whatever sem það er, skilurðu Já, ég er bara eins og með anorexíu, bara þú veist, orðin 25 kíló og bara tjöðlega er ég feit Já, bara, þú ert feit Já, þú ert feit og við erum bara að vinna í því bara, þú veist, við erum bara halda áfram að svelta þig og, þú veist þetta er alveg líka, sko, hérna er búin að finna færsluna sem Eldur skrifaði
Börnin og ungmennin sem lendi í þessari ringuðu kynjakvöldsins forherðast og radikaliserast sem getur því miður skila sér í svona voðverkum. Við höfum meðal annars séð svona radikaliseringu á Íslandi og nýverið slapp leikskóli á Norðurlandi eystra með skrekkin eftir að hafa ráðið til sín starfsmann með mjög svipaðan prófíl með allskins myndefni og ógnandi slagurum víða samfélagsmiðla. Leikskólinn og sveitafélagið svaraði kalli foreldra og ábendingum almennings og lét starfsmannin víkja. Og þetta var bara í síðustu viku sem þessi starfsmann var látið víkja. Hann var búin að vinna hann einhvern tíma. Ég veit ekki hvað hann var búin að vera lengi þarna en ég heyrði í, það var foreldri á þessum leikskóla sem hringdi í mig fyrir 1 eða 2 vikum síðan, sendi mér allt þetta myndefni og ég skoðaði Facebook-prófílinn og Instagram-prófílinn og ég var bara wow, þú veist. Og síðan hún var að spyrja mig hvort ég gæti gert einhverju umfjöllun um þetta. Og svo hringdi hún í mig aftur, herru, þetta allt í lagi, þeir ákvaða að svara kalli foreldra og hann hefur verið látið fara þessi starfsmaður. En það var bara í síðustu viku, og þetta var, þetta var evil looking motherfucker, þú veist. Já, með eitthvað svona hateful shit á... Bara klæddur eins og Mrs. Doubtfire, eitthvað svona, þú veist, einhverju ullarkjól og bara, þú veist, og svo bara með hateful skilabóð, bara byssur og bara... Já, bara svona turf dye og eitthvað. Já, turf dye og trans rights og we kill you og eitthvað svona. Vá, maður. Og þetta var bara vinnandi á leikskóla, þú veist, á Íslandi. Og þú þekkir það nú, leikskólamál geta verið viðkvæm. Þú veist, fólk þorði ekki, foreldrar í leikskólanum, það þorði enginn að segja neitt. Það var ein manneskja sem ákvað að stíga fram og allir þökkuðu henni fyrir baku tjöldin. En það þorði enginn að segja eitthvað. Er þetta ekki svolítið skrítið að þessi einstaklingur sé með börnunum okkar hérna? Já. En það hugsuðu það allir. Já. Og hvar eru við stödd, ef að þú lendir í því að þú fær slæma tilfinningu og kemur á leikskólanum, þú sér að starfsmaður er ekki í lagi, Hann gengur ekki á öllum sílendrum. Það eitthvað mjög skrítið. Þú fer inn á Facebook-prófílinn hans og þú fær ennþá meira sjokk því það bara ofbeldishótanir og geðviki. Þú þorir ekki að segja neitt af óttaðu að vera stimplaði trans. Það er eitthvað mikið að samfélaginu, Ef þú þorir ekki að segja eitthvað. Já, þetta hlýtur að vera hægt að ræða þetta einhvern veginn á svona breiðari grunni og... En samt kemur mér ekki þetta óvart, Þetta kemur mér eiginlega óvart að manneskjana hafi verið látin víkja. Það sem hefði ekki komið mér óvart er bara foreldri sem hefði talað hefði bara sagt, herru, þú eru þá bara fjarlæga barnið úr þessu leikskóla. Það hefði verið þannig kannski fyrir 2 árum. Já, ég held það, Það hefði bara verið, þitt barn er ekki velkomið hér lengur. Þetta er transfóbisk stefna. Þetta er skóli fyrir öll. Já, þetta er skóli fyrir öll. Man bara, en þetta er ekki eins og ég fyndið, þetta er grafalvarlegt mál, en svona, þetta er staðan. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengd, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.